Það misjafnt hvað borgir víða heim eru þekktar fyrir en þrátt fyrir magnaða menningu og sögu, fjölbreytni í mat og drykk og fleira skemmtilegt, þá það boxarinn Rocky Balboa sem kemur oft upp í hugan þegar borgin Philadelphia í Bandaríkjunum nefnd á nafn. Boxarinn sem var leikinn af Sylvester Stallone eins og flestir vita, hljóp götur borgarinnar með aðdáendur á eftir sér og svo upp 72 þrep að listasafni borgarinnar í fyrstu bíómyndinni Rocky. Hlaup kappans í myndinni eftirminnilegt og það þótti auðvitað við hæfi að setja upp styttu af kappanum við safnið. Styttan dregur að sér milljónir ferðamanna á hverju ári. Í borginni og nágrenni hennar í Delaware dalnum búa rúmlega 7 milljónir manna en þegar maður röltir götur hennar og miðbæ þá upplifir maður ekki yfirþyrmandi trafík og mannmergð. Hún samt næstasta borgin á austurströnd Bandaríkjanna á eftir New York. Borgin þekkt fyrir merka sögu í uppbyggingu landsins og í henni má finna mörg áhugaverð söfn eins og til dæmis bandarísku byltinguna en fyrir rúmum 2 öldum síðan var sjálfstæðisyfirlýsing Bandaríkjanna undirrituð þar sem og stjórnarskrá landsins. Þar upphaf bandaríska þingsins og Philadelphia var höfuðborgin áður en Washington DC tók við. Það mjög áhugavert að skoða fyrsta þinghúsið og fá stutt söguágrip heimamanna á staðnum. Það yfir 300 veitingahús og barir í borginni þar sem hægt að sitja úti við. Veitingastæðir í heildina eru margfalt fleiri. Þegar maður búinn að innbyrða mikla borgarstemningu þá tilvalið að fá sér eina Philly steikasamloku. Það má ekki gleyma verslunum. Öll helstu merkin og búðurnar eru í Philly. Síðast en ekki síst má nefna Reading Terminal Market. Það magnaður matarmarkaður borgarinnar og hefur verið á sama stað á aðra öld. Stemmingi þar skemmtileg. Sem sagt, mjög margt í boði í listum, menningu, íþróttum, mat og drykk. Það ekki það sem allir vilja? Philadelphia mjög vinsæl heim að sækja og það ekki skrítið. Það eru 40 milljónir ferðamanna sem sækja borgina ár hvert. Sammála. You got 60 seconds to tell Icelandic tourists what to do in your nice Philadelphia. Well, first of all, you have to come into the Reading Terminal Market in Center City and try our food and meet our people. Everybody who lives in Philadelphia goes there. We also have tourists and conventioners that go there, so that's really a must stop. You have to see the Liberty Bell, of course, and you got to see Independence Hall, the birthplace of the nation. And then really you have to just walk around. I think the best thing about Philadelphia is its walkability. We have great museums, the Philadelphia Museum of Art, the African American Museum, the American Jewish History Museum, the Pennsylvania Academy of Fine Arts. I mean, there's lots of cultural things to see and do, but talk to people. Just talk to people, ask for directions. We're much friendlier than we're made out to be, and we're much friendlier than people in New York, trust me. Icelanders also like to shop. Yeah, bring your credit cards. Ring it up. Actually, coming soon will be a whole new set of outlets. High-end fashion outlets on East Market Street. So it's not done yet, it's under construction. So within a year or so, they'll be able to shop there. And of course, Macy's in our downtown. And plus we have malls around the region. So if they like to shop, they can shop till they drop. Þetta náttúrulega sögufrægur staður og gríðarlega margt að skoða en svo bara skemmtilegu staður upp á það. Það mikið af veitingastöðum og börum og hægt að vera niður við ána og sitja úti þannig að það skemmtilegt fólk hérna og skemmtileg menning og mikið hægt að gera.